Velkomin aftur í þáttinn, það Hannesarholt. Já, ég ætla að ræða við hana Ragnheiði Jónu Jónsdóttur, húsráðanda hér í Hannesarholti og eftir henni kemur Stefán Örn Stefánsson, arkitekt til mín og loks að Sjöfn Har, myndlistarkona. Við erum kæra þakkir fyrir að bjóða okkur hingað tíðin á Hannesarholtið. Takk fyrir að koma. Það ofsalega gott andrúmsloft hérna. Gaman að fá ykkur. Já, takk. Segðu mér aðeins frá þessari tilurð því að þú fórst út í það að gera upp þetta hús. Já, það nú eiginlega bara tilviljun. Einhvern veginn rakst ég inn í þetta hús og Hannes Hafstein, hann vinkaði einhvern veginn og kom inn í þetta ótrúlega fallega hús, en það var að verða ónýtt. Já. Og það kom einhver svona, býtum má það, enginn að passa þetta hús. Og á þessum tíma í mínu lífi, þá gat ég bara sjálf bergaði. Já. Ég gæti það ekki núna, ég hefði ekki getað áður. Þetta var bara svona einhver tilviljun. Og þannig að það var sem sagt, margir spyrja, langaði ykkur ekki að búa hérna. En það einhvern veginn var aldrei einhvern veginn í boði. Nei. Þannig að það var bara, þetta hús þurfti að bjarga, þurfti að laga og það var mjög sterkt frá upphafi að samborgarnir við þyrftum að fá að nota svona hús. Já, fleiri fengi að njóta þessara menningararfs sem hér og húsið. Já, vegna þess finnst mér að sko þessi hús eins og þetta er byggt 1915. Já. Þegar helmingur þjóðarinnar bjó í torfhúsum. Já. Og við þekkjum torfhúsasögun okkar og við borðum mat í timburhúsunum. Já. Svo erum við, þarna á milli þessi hús. Já. Og þau eru æðisleg og þau eru flott og það bara býr þeim fólk. Já. Þess vegna höfum við hina ekki aðgang að þeim. Nei. Þannig að þetta var einhvern veginn það sem að bankaði strax upp og varð svona hugsjónin. Koma þessu húsi til heilsu aftur. Já. Og bjóða fólki inn. Og svo hefur það verið verkefni að finna út úr í hvernig býðum maður fólki inn í söguna inn í eitthvað hús. Já, söguna. En þetta rosalega falleg hugsun, virkilega. Já, það var bara eitthvað sem maður tók yfir. Já, og svo var það sagan. Svo hefur náttúrulega leyft húsin að njóta sig líka fyrir þá sögu sem það ber. Já, og það sem kannski svo skemmtilegt í þessu húsi að hér Hannes Hafstein byggir þetta og hann á sín síðustu 7 æviár með fjölskyldu sinni. Já. Og í þessu húsi mætist hans persónusaga og okkar saga sem þjóðar. Já. Og þetta er svo, ég er kennari og þetta er eins og dótakassi kennarans. Vegna þess að, sko, hér getum við stíð inn í söguna, þegið þetta andrúmsloft sem býr í þessum tíma, þessum reisulega þerunni, sko, borgar, þetta er byrjunin á nútíman, hún er þarna, 1915, við erum að slíta af okkur viðjar, fátæktar og erfiðleika og það er bara allt að gerast og nútíminn fæðist á einhverjum 20 árum. Og hér á næsta horni er hús sem er byggt 1899, yndislegt Schweizerhús, timburhús. Og það er bara 16 ára aldursmunur á þessum húsum og þetta sýnir svolítið sko hraðan sem var á þróunin á þessum tíma. Nákvæmlega. Þannig að þetta er svona, já, ég fíla mig alveg í tætlur hér. Já, þú ert rosalega ánægð, það líður bara mjög vel. Fyrst, ég á enga nemendur í, ég er svona að kenna alla daga, svona einhverju fólki sem hefur áhuga. Já, fólk getur komið hingað og bæði það getur komið hingað í mat og kaffi og svo ertu með þetta glæsilega menningarsetur hérna niðri í Hljóðbergi. Já, sko, húsið í rauninni, Hannesarholt er sjálfseignarstofnun, þannig að allt húsið er í rauninni menningarhús. Já. Svo er hægt að labba upp hæðir og skoða meira, bæði af munum, bæði frá Hannesar tíma og þessum 100 árum síðan, okkar tíma. Og við eigum 12 mínútna heimildamynd sem fólk getur séð hérna upp á næstu hæðu ef það hefur tíma, það er laust herbergi. Já. Svo eru alls konar viðburðir, kvöldstundir, samverustundir, söngstundir, samsöngur, tónleikar, bókmenntaspjöll. Þetta er svona í bland, þetta er svona blanda því að vera menningarhús og félagsheimili. Já. Þannig að hér er opinn faðmur og við erum tilgýmislegt, stöndum fyrir ýmsu sjálf en bjóðum líka. Yndislegt. Það er að velkomna í góðum tilgangi. Já, það þjóðin er bara þakka ykkur fyrir að leyfa okkur að njóta með ykkur og bara þvílíkt verk að hafa gefið þessu húsi heilsu og ný, eins og þú sagðir, orðaði svo vel að Takk fyrir, þetta er búið yndislegt og skemmtilegt. Við erum 6 ára núna í febrúar. Það er 6 ára afmæli. Já. Þeir eru kæra þakkir fyrir að leyfa okkur að koma og gangi ykkur vel. Takk fyrir.
Velkomin hingað til okkar Stefán Örn Stefánsson, arkitekt. Það er ánægilegt að fá þig í þáttinn. Þakka kærlega fyrir. Ég kem svona sem fulltrúi okkar tveggja arkitektana. Greta Markússon við höfum unnið saman í allmörg ár, meðal annars við þetta verkefni. Já, við erum komin í Hannesarholt og þið tóku að ykkur þetta verkefni að endurbyggja þetta hús. Var þetta verkefni sérstakt miðað við svona önnur sem þið hafið tekið að ykkur? Já, það er svona kannski í langri röð af svipuðum verkefni. Þetta er náttúrulega steinsteypuhús. Við höfum verið með tölvita timburhúsum í endurbyggingum og svo líka nokkur steinhús og þetta er svolítið fallegt hús. Það er svona, hefur lítið verið breytt og lítið verið hreyft við því að innan þegar við komum að þessu, þannig að það var kannski mestum vert að reyna að skemma ekki neitt af því sem það var þá fyrir hendi. Til dæmis þessar fallegu innihurðir hérna og fallegi frágangur innan hús og veggjum og listum og loftum og öðru slíku og við svona reyndum að fara varlega með það og svona heldur að reyna að undirstrika frekar en að skemma það sem það fyrir var. Svo náttúrulega nutum við aðstofar bæði góðs byggingarstjóra Gunnars Ólafssonar og arkitekts Árna Þórólfssonar við hönnun á salnum sem var svo byggður hérna út í garðinum. Garðurinn var ekki mikils virði, það var búið að byggja margra hæða steinhús hérna við hliðina á honum og það var ekki lengur eiginlega hægt að rækta nokkuð skapaða hlut í þessum garði, þannig að þau höfðu mikinn áhuga á því, Ragnheiður og Arnór, að geta boðið upp á sal þar sem það er hægt að flytja tónlist og halda erindi og hafa samkomur svona minni gerðinni og við vorum svona reyngið að pæla í því með þeim hvernig væri hægt að fara að því og hvernig væri hægt að koma þessu við. Það var svona svolítið erfitt að hugsa sig hvernig þetta byggja við hús af þessu tagi hérna. Svona klassískt steinsteypuhús. Og svo var nú niðurstaðan þessi sem að sjá má í dag að við fórum í kjallarann. Við síkkuðum gólfið í kjallarann, lækkuðum gólfið í kjallarann og tengdum það svo í nýjan sal sem hérna sem fyllir allan garðinn sem var. Eiginlega. Það er pínulítill aðkomugarður, svona forgarður sem er hérna fyrir framan þennan sal, Hljóðberg heitir hann. Og við gerðum svona opnuðum garðinn út í Skálastíginn hérna við. Þetta kemur mjög vel út. Þannig að það er svona sérstakur inngangur í þann sal. Hvað tekur svona verkefni langan tíma? Hvenær byrjuðu þið og hvenær var þessu svo lokið? Það er kannski erfiðara að muna það nákvæmlega. Þetta tekið á 2 ár var það ekki, eitthvað slíkt sem að því við byrjuðum. Það var ansi svona tafsamt fyrst í upphafi af því að við vorum í raun og veru að brjóta okkur niður á gólfinu og þurftum að steypa undir söklana sums staðar til þess að hafa þetta nú í lagi. En við þurftum að fá aukna lofthæð í kjallarann til þess að geta notað hann sem aðgang að þessum nýja sal og svo framvegis. Mjög gott. Svo náttúrulega þín kynni af fólkinu sem fór. Þú minntist á það við mig áðan þegar við spjölluðum að það var mjög gaman að koma að þessu verkefni með þeim hjónum, Ragnheiði og Arnóri. Áhugi þeirra var gríðarlega mikill að koma þessu húsi upp og leyfa fleirum að njóta. Já, það er nú kannski það sem er svona minnisstæðast frá þessu verkefni. Það er þessi áhugi þeirra hjóna á að annars vegar að gera þetta hús fallega úr garði eins og efni stóðu til í raun og veru. Og halda í það sem að hér var sérstakt og bæta frekar við og svo aftur á móti hin hliðina á málinu að nota húsið, finna notkun fyrir húsið sem að tengdist áhuga þeirra á því að skapa sögu þess ákveðið svigrúm og sögu Hannesar Hafstein, ákveðina umgjörð og hvað segir maður, menningarsögunni sem frá þessum tíma líka og reyna að tengja nútíman við þessa fortíð. Allt var þetta mjög spennandi og sérstakt og gerði það verkum að það var svona, maður hafði áhuga á verkinu. Það er ekki bara eitthvað hús, þetta var svolítið sérstakt, það var verið að reyna að búa til umgjörðum ákveðin anda sem hérna átti að vera til staðar áfram.
Þetta alveg yndislegt og ég bara óskaði til hamingju með og ykkur sem aðeins komu með velheppnað verk. Og takk fyrir að koma hérna og hitta okkur í Hannesarholtinu. Gaman að hitta ykkur. Takk. Gaman að fá þig hingað í þáttinn til okkar, Sjöfn Har, myndlistakona. Takk fyrir það. Það hérna alveg dásamlegt að koma hingað inn í þetta fallega gamla hús og ég sé að hér myndir á öllum veggjum eftir þig. Það ekki myndirnar þínar í 25 ár? Jú, reyndar. Ekki bara allir veggjum heldur öllum hæðum, meira svo inn á snyrtingu. Já, segðu. Þannig að ég fekk að hengja alls þar. Og þetta var æðislegt tækifæri. Já. Ekki draumur hvers listamanns að fá að sýna á fallegum stað? Það er ofsa góð tilfinning, en það bara svo fáir staðir þar sem maður getur sýnt á Íslandi. Já. Og til dæmis Hannesarholt skildi þetta í hug að bjóða inn listamönnum að sýna og veita þeim aðstöðu og hjálp við svo margt, hengja upp og frábæri starfsmenn og mér finnst þetta stórkostlegt, sko. Já. Ég hef sankað þessum myndum að mér í 25 ár. Já. Og ætlaði aldrei að láta þær, sko. Nei. Þannig að þær flestar hafa aldrei farið í sölu. Nei. Svo þessi myndi var aftan okkur, ég tók hana strax, hún fór mig til London 93, sko. Já. Og svo þegar Ragnheiður var að nefna þetta við mig, þá var ég ekkert alveg tilbúin, sko. Sagðist við kulnun, sko. En áttaði mig á því að ég átti bara 50-60 verk sem að ég hafði svona sankað að mér. Já. Þannig að þú ert búin að gefa myndunum líf með að leyfa þeim að koma henni í Hannesarholti. Akkurat. Við erum búin að fá að vera hérna síðan 1. des. Já. Og að vísir þetta síðustu dagurinn í dag, en ekki leiðilegt að fá að vera með. Já. Í Hannesarholti, þar sem ég búin að fá að vera og börnin mín. Já. Það er ekkert annað. Já, myndirnar raun og veru bara eins og börnin þín. Þau eins og börnin mín. Þau taka ekki fæðu, þau taka bara vegg og pláss. Þau á ekki börn, ég meina ég á myndir og jú, ég á hund. Já, þau. Þannig í pössun, sko. Þetta alveg heilmikill fjársjóður í þessu með myndirna þínar. Og hérna það, sem sagt, aðstæðan hér eins og hún nefnir, hún bara alveg framúrskarandi fyrir listamenn og virkilega gaman fyrir fólk að koma hingað og njóta listar. Já, sko, fyrir utan þetta fallega kaffihús og atburður sem að gerast þetta, þá þetta náttúrulega vettvangur fyrir myndir, hér kemur fólk. Já. Og þau velja þá aðstöðu að negla upp myndirnar sem að mér leist nú ekkert á, ég held að það svo mikið verk. Já. En það bara hrundu saman í rétt horf. Og fyrir utan það faglega aðstöð í því. Að vísu eitt sem náttúrulega ekki á svona heimili og svona setri og það mikli kastarar. Þannig að myndirnar taka bara þá birtu sem á þeim tíma dags. Já. En þá í heimilislegu umhverfi. Já. Ég meina einu sinni ætlaði ég að fara að hækka ljósin fyrir einhverja konu. Já. Bauðið það og sagði nei, þetta fínt. Þá þau bara eins og lifandi málverk. Þau breytast eftir dagsbirtunni og ástíðinni. Ja. Það eins og þegar málverk hverjum á heimili getur að segja þá eignast það eiginlega nýtt líf, ekki satt? Jú, ég veist þetta frábært. Og ertu ekki búin að fá innblástur á því að vera hérna í Hannesarholti? Ég helst ekki fara eða, sko. Þetta ekki akkurat staðurinn sem að gamli og nýi tæmin einhvern veginn mætast og svo ertu búin að horfa á verkiðinn og fer þá ekki bara svolítið... Og skilja við þau, sko, skilja við þau. Já. Og jú, það hlýtur eitthvað að gerast. Þetta ákveðin tímamót. Já, þetta ákveðin tímamót. Já. Ég þakka alveg kærlega fyrir að koma og hitta okkur hérna og við hérna svo sannarlega notið þess að fá að skoða verkinu þín hér í dag. Takk. Og gangi vel. Ég líka segi takk fyrir þau hjónin sem eiga Hannesarholt. Fleira ekki í þættinum að þessu sinni. Sjáumst að vikuliðinni. Verið þið sæl. Grænmeti sem ber merkið okkar kemur úr nærliggjandi sveitum. Hvað ferðast grænmeti þitt langt? Íslensk grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur.
Þú finnur Netto-verslanir á 16 stöðum á landinu. Vertu velkomin. Við tökum vel á móti þér. Netto. .30 er eldklárt. Fersk og holl hráefni, tilbúin í pottinn, pönnuna eða ofninn. Gæti það verið betra? 2030. Einfalt að elda, ljúffengt í matinn. Eignasala.is kynnir nýbyggingu í Reykjanesbæ. Verð frá 34,9 milljónum. Minni matarsóun og meiri sparnaður. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og elda. 12.is. Gakktu í bæinn. Fasteignasalan Bær opnar fyrir þér dyrnar að fasteignamarkaðnum. Fasteignasalan Bær, Kópavogi og Selfossi. Eldhúsinnréttingar og fataskápar í miklu úrvali. Axis Smiðjuvegi 9. Axis.is. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Að þessu sinni erum við stödd hér í Hannesarholti við Grundarstíg. Þetta er mjög sögufrægt hús. Hannes Hafsteinn, fyrsti ráðherra Íslands, lét reisa þetta árið 1915 og bjó hér síðustu 7 æviár sín. Þetta er stórglæsilegt hús, en við ætlum að byrja á því að ræða við hana Sigríði Sigþórsdóttur, arkitekt og aðalhönnuð Bláa lónsins og sjópaðana fyrir norðan á Húsavík. Nú síðan ætlum við að ræða við hann Alexander Lapas sem er sérfræðingur í lánamálum hjá Landsbankanum. Já, svo ætlum við að hitta hana Ragnheiði Jónu Jónsdóttur sem er húsráðandi hér við Hannesarholtið og spjalla aðeins við hana endurgerð þessa hús. Og svo að henni lokinni þá kemur til okkar arkitektinn Stefán Örn Stefánsson frá Argos Arkitektum og ætlar að segja okkur aðeins frá framkvæmdinni við endurbyggingu þessa hús. Og svo loks er það listakonan Sjöfn Haar sem ætlar að segja frá upplifun sinni með því að halda sýningu hér í Hannesarholti. En við ætlum að byrja á henni Sigríði Sigþórsdóttur, arkitekt og aðalhönnuði Bláa lónsins. Velkomin í þáttinn, Sigríður. Takk fyrir það. Þið fenguð glæsileg verðlaun, hönnunarverðlaun 2018 sem voru afhent núna í nóvember. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra sem afhenti verðlaunin. Förum aðeins yfir þetta. Þið fenguð verðlaunin fyrir nýja hótelið í Bláa lóninu og sjóböðum fyrir norðan. Það er rétt, já. Aðeins þá með Bláa lónið. Þú ert arkitekt að Bláa lóninu. Ég unnið að Bláa lóninu og uppbyggingu þess frá upphafi. Já. Frá 93. Já, það er ekkert annað, frá 93. Já. Þú þá unnið þetta náið með Grími Sæmann? Já, og við erum svo lánsum að hann hefur treyst mér, okkur, arkitektum í Basalt fyrir þessu verkefni. Þetta er glæsilegt hótel og þið náið að fella það einhvern veginn inn í umhverfið. Segðu mér, hvernig nálgaðist þetta? Þetta er auðvitað framhald af fyrsta áfanga baðstaðarins og húsin tengjast öll saman innandyra, jafnt sem utan. Þó þetta sér aðkoma þessu nýja hóteli og nýjum baðstað í leiðinni því að þetta er viðbót. Og það má segja að upphafið er í rauninni, ég var svo upptekinn af þessum tveimur jarðmyndunum og jarðsögusvæðisins. Það er Sundhnúkahraun sem er 2000 ára gamalt, svo kemur Illarhraun og Söguhraun sem rennur yfir og þar myndast ákveðin skil og af því að það er töluvert vindasamt á Reykjanesi. Það getur verið vindasamt á Reykjanesi. Þá er svolítið upplagt að nota hraunið og svolítið sjálfsagt að nýta sér vindbrjót og búa til skjól í baðstaðinn og annað. Og það háttar nú þannig til að þessi hraunveggur af náttúrunnar hendi, sem er náttúrulega mjög merkilegur, að hann er svo úfinn líka. Þetta er apalhraun, en samt er það svo brotið hvernig það stöðvast á samskeytunum og þar að auki var þá orðið mengað hraunið frá
orkuveitunni því það mátti þá sem sagt tappa bara beint út á yfirborð jarðar, þurfti ekki að dæla niður á þeim tíma og þá var bara upplagt að nýta þetta undir Hvað þið vinnið þetta stórkostleg bygging og hún líka að innanverðu, hún mjög vel hönnuð að innan og voruð þið ekki í samstarfi við fyrirtæki á Ítalíu? Þar vorum við í samstarfi við DGI, ítalskt fyrirtæki, hönnunarfyrirtæki sem í eigu Íslendings og Sigurðar Þorsteinssonar. Góð og nánu samstarfi og það leiddi til þess að í okkar niðurstöðum að þá hefur bara fólk verið býsna ánægt. Örstutt förum þá norður í land, sjóbæðin í Húsavík. Það bara snilldarverk og þið fenguð velum fyrir þetta. Já, það hefur bara lukkast mjög vel, verð ég að segja. Þetta auðvitað viðkvæmt sko, en bæði þessi verkefni, það lá ekki deiliskipulag fyrir þegar við byrjum á þeim á sín tíma. Þetta náttúrulega ég byrja miklu fyrir á Bláa lóninu, svo 2010 á sjóböðunum. Og það tekur svolítið tíma að fjármagna og aðdragandinn góður, hann góður fyrir okkur hönnuði. Því að þegar við fáum góðan tíma til að undirbúa okkur og ná bestun úr aðstæðum. Og báðum þessum verkefnum þá höfum við þessi frábæru kennileiti, Þorbjörnin við Grindavíkurveg, við höfum Kinnafjöllin og Flóan við Húsavík. Sem svona, við erum að fanga. Það vitið þetta það menningarsagan náttúrulega. Það menningarsaga og þarna ertu í sjóbæði og þú horfir yfir Flóan sem iðandi að lífi og jafnvel við getum séð hvali skvetta sporðum úr böðunum og nú Sólsetri skiptir gríðarlegu máli þarna því að út fyrir Bakkahöfðan þá sest hún eða tyllir sér í svona sjóndeildarhringinn, í hafið og svo bara fer hún að staða. Það rómantík í gangi. Það mikið rómantík í gangi. Sterk upplifun. Rétt í lokin, þið komu líka að hönnun Lafasafnsins fyrir austan. Já, Hvolsvelli. Já, Hvolsvelli. Já, Eldfjallasetrið. Jú, við teiknum bæði hús og hönnuðum sýningu. Þannig að í góðu samstarfi náttúrulega við Gagarinn sem alveg frábærir og allt þetta fólk sem þessu stendur. En það sem var svolítið spes þar að við teiknum húsið utan sýninguna. Sýningin var samin samhliða að húsið var hannað. Ég held að það hafi bara skilað góðum árangri í upplifun á sýningunni. Heyrðu, þetta kom hjá okkur innilega aftur til hamingju með hönnunarverðlaunin 2018. Takk kærlega fyrir það. Takk fyrir þetta. Það er mikill heiður. Næsti gestur okkar Alexander Lapas, sérfræðingur í lánadeild Landsbankans. Velkomin til okkar í þáttinn. Takk fyrir. Heyrðu, þú ætlar að fara aðeins yfir hérna 1-2 dæmi með okkur varðandi fjármögnun húsnæðis. Alexander, þá kemur til þín ungt par sem kemur til þín og fer yfir þetta með þér hvaða lána ég að taka. Ætlar að kaupa sér íbúð fyrir 30 milljónir króna. Hverju svarar þú? Ég myndi benda á að við getum boðið verðtryggt eða óverðtryggt lán og munurinn þar fólginn í því að vextir eru hærri á óverðtryggðum lánum og þar leiðandi verður greiðslubyrðin þyngri en verðtryggð lán þau safna verðbótum og þar leiðandi hægari eignamyndun. Og það má segja að í óverðtryggðum lánum ert að staðgreiða verðbólgu en í verðtryggðum lánum ert að fá hana láni. Þú ert sem sagt að greiða hraðar niður með óverðtryggða láninu og þegar upp staðið þá greiður þú kannski ekki jafn mikið og þegar þú greiðir upp. Nei, vaxtakostnaður verður minni. Já, þú ert í rauninni með lengra lán þá, það að þú greiðir lánið hægar. Verðtryggða lánið í rauninni heldur áfram að hækka á fyrstu árum lánstímans. Bara rétt þess að fara yfir þetta og skella hérna á skjáinn dæmunum. Þess að greiðslubyrðin af 25,5 milljóna króna láni var 185.000 á mánuði fyrir óverðtryggt en 143.000 fyrir verðtryggt. En í lokin þá greiðslubyrðin að þessu óverðtryggða komið 131.000 á mánuði versus 249. Þetta hægt að búa sér líka til alls kyns forsendur og þið erum í reiknivél. Já, við erum með mjög öfluga íbúðalánareiknivél á heimasíðu bankans og
og ég hvet lántakendur til að fara þar inn og stilla upp mismunandi lánasamsetningum og skoða kostina og skoða áhrifin af því að breyta forsendum og þú lærir ansi mikið inn á lánin með því og þar vaknar kannski ýmsar spurningar sem svo í framhaldinu hægt að spyrja ráðgjafa að. Og í þessu tilfelli verður töluvert þyngri greiðslubyrði að óverðtryggða láninu og þar af leiðandi getur maður sagt í tilfelli fólk sem vill hraða eignamyndun, þá velur það óverðtryggða lánið, en það þarf að hafa meiri rými í greiðslubyrði. En það getur líka leikið sem með þessa reikni vel fram og tilbaka og búið til forsendur eins og þú segir. Aðeins eitt sem auðvitað getur stendur í öllum kannski og það þetta greiðslumat. Já, greiðslumat í rauninu forsenda lánveitingar og það sem það gerir, það nokkurs konar punktstaða á fjárhagsstöðu umsækjanda. Það safnað saman tekjum og gjöldum og eignum og skuldum og við rauninu fundið út hvert svigrúm lántakanda til þess að bæta vissi nýjum skuldum eftir að búið að taka tillit til allra útgjalda. Og oft talað greiðslumati sem hindrun við lántöku en þetta í raun vörn. Þetta vörn fyrir lántakann fyrst og fremst að hann taki sér ekki á hendur skuldbindingar sem geta reynst honum megn. Þannig að þetta greiðslumat, hvað eru þetta tekjur og framtíðartekjur, menn eru auðvitað að horfa til þess, ekki tíðir bara að horfa til fortíðar og svo auðvitað, hvað það sem strandar helst á varðandi greiðslumat? Það nú kannski það að Gleymir það að lifa, það þurfa að lifa? Já, við reyndar sjáum við mjög skynsamlega ákvarðanir oft hjá fólki og það var gaman að sjá það að það að jafnvel minnka væntingar húsnæði til þess að eiga meira svigrúm í sinni mánaðarlegri greiðslu getu. Gerir þá minni kröfur til húsnæðis fyrir aðeins lægra til þess að geta líka lifað? Það vill lifa og vill eiga fjárhagslegt svigrúm sem mjög skynsamlega. Þetta glæsilegt, gaman að fá þig heimsókn, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Næst eru það auglýsingar, en farið ekki langt, hér á eftir það Hannesarholt. Já, hingað kemur til mín hún Ragnheiður Jónsdóttir, húsráðandi hér í Hannesarholti og eftir henni verður það Stefán Örn Stefánsson, arkitekt og loks Sjöfn Haar, listakona.